Komiði sæl. Ég heiti Pétur Eggers, leikari, leikstjóri og leiðsögumaður. Sem leiðsögumaður hef ég að mestu ferðast hér innanlands með erlenda ferðamenn og sýnt þeim landið okkar. En nú er komið að því að snúa dæminu aðeins við og fara með Íslandinga í ógleymanlega ferð til Seúl og Japans í mars 2026. Og við skulum aðeins skoða hvað það er sem þar býður okkar. Það er mikið tilhlökkunarefni að heimsækja þessi lönd á besta tíma ársins þegar vorið er að byrja og kirsuberjatrén að blómstra. Við hefjum ferðina í Seúl þar sem keisarahallir, helghof og líflegir markaðir verða á vegi okkar. Við kynnumst sögu og menningu Kóreu í gönguferðum miðborgina og heimsækjum landamærasvæði við Norður Kóreu, áhrifamikil áminningum fortíð og framtíð. Frá Seúl fljúgum við til Hiroshima í Japan. Þar sjáum við meðal annars hið heimsfræga friðarsafn og fáum innsýn í afleiðingar kjarnorkusprengjanna í lok seinni heimsstyrjaldar. Við förum í dagsferð til einar helgu Miyajima-eyju sem er talin ein af 3 fegurstu náttúruperlum Japans. Við skoðum hið fljótandi Torii-hlið sem markar innganginn að Itsukushima-hofinu. Þetta rauða hlið virðist svífa á yfirborði vatnsins við flóð og er skemmtilegt sjónarspil. Í Kyoto skoðum við meðal annars hof, garða og götur þar sem japönsk menning á sér djúpar rætur. Við heimsækjum Gilda hofið og Fushimi Inari sem er helgað refagvöðinum Inari. Þar mynda þúsundir appelsínugulra Torii-hliða langan og krókóttan göngustíg sem liðast upp fjallið að hofinu. Einnig tökum við þátt í skemmtilegri te-athöfn, skoðum Gion-hverfið, hið forna samúræja og geisukverfi. Við heimsækjum Oshino Hakkai, lindartjarnir við fjallsrætur Fuji, hæsta fjalls Japans, og stöndum andspænis stórbrotinni náttúru í Oishi Park og slökum á í heitum laugum með útsýni yfir Fuji fjallið í bakgarði hótels okkar. Síðasti hluti ferðarinnar leiðir okkur til Tókíó, borgar andstæðina og óendanlegra möguleika. Við heimsækjum helgistaði, göngum Asakusa og heimsfrægu gangbrautina í Shibuya. Við hverfum aftur til fornra tíma samúræja og helgra hofa í Nikko og Kamakura. Þetta er aðeins lítið brot af því sem verður á vegi okkar á ferðum Seúl og Japan. Við bjóðum einnig upp á frjálsan tíma í Kyoto og Tókíó þar sem þið getið notið þess að slaka á eða tekið þátt í skipulögðum viðburðum á eigin hraða. Já, þetta verður sannarlega einstök ferð á ævintýralegar slóðir og ég hlakka til að fá þig með í hópinn okkar.